Jæja Helgi, þungt tap hérna í dag. Hvernig gerir þetta upp? Já, við náttúrulega settum okkur í ansi stóra holu hérna í byrjun leiks með því að hleypa Káringum 2 mörkum yfir á fyrstu 5-6 mínútunum og það var mjög erfitt en ég sýndi þó karakter og komum inn í þetta og það er ekkert létt að lenda 3-0 yfir hérna á móti KR en við náðum að minnka muninn í hálfleik og rétt fyrir hálfleik og tölum það í hálfleik að koma sterkir út í seinni hálfleik og ná þessu öðru marki og þá myndum við setja Káringarna undir alvöru pressu. Við náðum því, komum mjög vel inn í þetta fyrstu 20 mínúturnar í fyrri hálfleik, 20-25, minnkum muninn, fáum dauðaverð til að jafna og erum að herja á KR en svo eftir að þeir skora 4. marki þá svona fjara leikurinn frá okkur og KR bara öflugt lið, við erum það líka en við þurfum að gera miklu betur hvernig við byrjum leikinn í dag því það var okkar stærsta martröð. Hvaða útskýringu hefur á þessari byrjun leiksins? Það er svo sem erfitt að finna einhverja útskýringu á því. Það hefur gerst áður í leikjum að við lent undir en við komum alltaf tilbaka og við gerðum það í raun dag sko en við bara gerðum of mikið að mistökum varnarlega og það er ekki boðlegt að fá 5 mörk hérna á heimavelli á móti þó að við séum að spila mútið KR sem er mjög gott lið þá er það ekki búið og vinnur enga fótboltaleiki með 5 markaðu. Þið töpuðu 5-0 gegn Víkingi í síðasta stórleik og svona lentu 3-0 undir. Núna var þetta, er þetta eitthvað orkustig eða stress eða getur eitthvað, hvað heldur þetta að segja? Það getur alveg vel verið sko, það þarf bara að kafa inn í það en við vissum alveg það að við vorum að fara inn í stóra leik og ætlum að læra þessi Víkingsleik og mér fannst við vera miklu meir inn í þessu leik en mútið Víking. Við skorum 2 mörk og fáum fullt af dauðum færum en tilbaka vorum við brothættir og Káringar gengu á lagið á vissum köflum í leiknum og KR er með gott sóknarlið og það vissum við alveg fyrir. Að gefa þeim svona mikinn tíma á boltan og svoleiðis var það okkur bara falli. KR liði náttúrulega frábrigðið öðrum liðum, sko. Hvað var eiginlega leikplanið í þessum leik? Fannst þetta kannski aðeins svo opið eða? Já, við ætlum náttúrulega að stíga upp á þeim og mæta þeim hátt upp á vellinum og klukka þá en við náðum því miður í byrjun leiks ekkert að klukka þá og voru langt frá mönnum og í staðinn fyrir að gera árásir á þá vorum við að bakka þeim og gáðum þeim alltaf mikið tíma á boltan og vorum bara ekki líkir sjálfum okkur en að því sögðu, þetta er bara 1 leikur og við þurfum bara að koma sterkir tilbaka í næsta. Freyr hefur leikið frábærlega núna á tímabilinu og hann skrifaði undir 3 ára samning á dögunum. Er hann eitthvað, veistu hvort það sé eitthvað á leiðinu út, býstu við hann á að spila út hennar samning? Ég vona hans vegna að hann spila ekki út hennar samning. Hann er búinn að vera frábær okkur í sumar og bara undanfarin ár og er að taka stórstígum framförum og er bara einn af okkar bestu miðjumönnum í þessari deild. Ef hann heldur áfram þessu sem hann er að gera, spilar á þessu leveli sem hann er búinn að sýna í allt sumar þá hljóta einhver lið að fara að bera víurnar í hann en við reynum að njóta hans krafta eins lengi og hægt er. Símon Tippling fékk höfuðhögg í síðasta leik, hver er eiginlega staðan á honum? Já, bara ekki búinn að ná sér eftir það höfuðhögg og við verðum bara að sjá til núna í vikunni hvernig það hvort að það lægist eitthvað fljótlega eða hvort að það takja aðeins lengri tíma en venjulega svona höfuðhögg er einhverja 2-3 vikur og við þurfum bara að búast í því. Hvað með Atla Þór, hann er búinn svona aðeins lengur frá? Já, hann er búinn að vera á tognaður og það styttist í hann en það er þó einhverjar 1-2 vikur í hann líka. Takk hérlega fyrir. Takk hérlega.